Sælt verið fólkið og velkomin með mér til Vopnafjarðar. Það alltaf sama blíðan hérna í Vopnafirði, það bil 10 stiga hiti í dag, samt komið fram yfir miðjan október. Ég ætla að koma víða við hérna á eftir. Við ætlum að spjalla við krakkana hérna í Vopnafirði. Það nefnilega vika vináttunar í Vopnafirði þessa vikuna. Svo ætlum við að skreppa hér aðeins lengra í austurátt, fara á flugvöllin á Egilsstöðum. Þar mikið að vera þessa dagana. Og flugvöllurinn býður reyndar upp á mikla möguleika fyrir Fljótsdalshérað og Austurland gagnvart ferðaþjónustu. Ef við horfum hérna framan í klettana, þar kúrið Kauftún þeirra Vopnfirðinga, afskaplega fallegt bæjarstæði og við sjáum hérna alveg út á tangan þar sem vitinn stendur. Ef við færum svo í huganum hérna aðeins lengra í vesturátt, þá má finna þar fjörð sem heimamenn kalla Finnafjörð. Stjórnendur Vopnafjarðarhrepps og eins Langanesbyggðar hafa unnið að því að undanförnu í samvinnu við þýska aðila að kanna möguleika á því að koma þarna upp eins konar umskipunar höfn. Og sem dæmi má nefna ef úr þessu gæti nú orðið, þá gæti viðlegukanturinn orðið heilir 5 kílómetrar. En ég leit við á bæjarskrifstofunni og ræddi málið við sveitarstjórann. Einhver möguleiki á því að úr þessu verði? Þetta mjög skemmtileg hugmynd og við búin að vera að velta þessum málum fyrir okkur alveg frá því svona í kringum 2006. Búið að vinna allskyns skýrslur og rannsaka hitt og annað. Og það mjög margt sem mælir með því að þarna sé góð skilyrði fyrir stórskipahöfn eða bara góða höfn. Það hefur blandast í upphafi var þetta verið að spekulera í þessu í tengslum með olíuleit og þvíumlíkt. Síðan hafa möguleikarnir verið að opnast með siglingu Norðurhafið frá Kyrrahafinu og niður til Atlantshafsins. Þá Ísland á svo góðum stað, það bara alveg miðsvæðist að koma niður Norður-Íshafið sem kallar á það að þyrfti að vera góð umskipunarhöfn. Segjum svo að úr þessu gæti orðið það yrði gríðarleg lyftistöng fyrir þessi byggðarlög. Það náttúrulega ljóst að þetta myndi breyta mjög miklu og það kannski bein störf sem gætu skapast aðeins að maður sé nú með það eitthvað nákvæmlega því að þetta svolítið langhlaup, þetta ekki eins og þetta sé að fara í gang á morgun en það þarf að fara í rannsóknir og annað en ég gæti trúað að bein störf svona við þetta gætu verið svona í kringum 100 og óbein störf í þjónustu og öðru það alls ekki minna. Nú spyrja mig kannski, það stórskipahöfn til dæmis á Reyðarfirði, væntanlega verið byggð stórskipahöfn á Húsavík vegna væntanlegrar stóriðju þar. Eyfirðingar eru líka í startholunum að byggja stórskipahöfn. Þörf á einni viðbót? Þetta út af þessi ágætt spurning og það nú kannski svolítið skemmtilegt að segja frá því að stærstu gámaflutningaskipin sem eru núna í dag að þau eru svona í kringum 400 metra löng og þá væri nú skemmtilegt fyrir hvern og einn að stika 400 metra og horfa þá á milli, þá sér hver og einn hvað skipið langt og þau flytja allt upp í 18.000 gámeiningar og það eru 20 feta gámar hver gámeining, þannig að það þarf marga hektara fyrir svoleiðis, sérstaklega að fara nú að koma nokkur skip í röð. Þannig ég held að þetta sé einmitt staður sem mjög heppilegur hvað þetta varðar og auðvitað þarf samt að líta vel á þetta. Við höfum fengið með okkur í samstarf þýska aðila frá Bremen sem að reka hafnir í Bremen og Bremerhaven og einnig í Wilhelmshaven og eru með mjög góða kunnáttu á þessu sviði. Þessir aðilar eru tilbúnir að kosta núna rannsóknarvinnu sem að þarf að fara af stað, sem að væntanlega getur kostað svona nokkur 100 milljónir þangað til að ákveði verður hvort að heppilegt að byggja eða ekki og með hvaða hætti það gert. Og það sem náttúrulega kannski svolítið merkilegt í þessu að það ekki verið neitt endil á þessu stigi að kalla eftir fjármunum frá ríkisvaldinu, heldur eru þarna að koma að fjárfestar sem eru tilbúin að leggja sitt á vogarskálinnar sem sýnir auðvitað það að þeir sjá kostina við þennan stað og kostina við það að eiga innhlaup hér á þetta svæði til þess að flytja síðan aftur vörur eins og ég sagði til Evrópu og Ameríku.
Þannig að það verður ekki tekin ákvörðun að fara í þetta fyrir en að það yrði þá sýnt að þetta væri hagkvæmur kostur og þjóðhagslega hagkvæmur. Sko, það náttúrulega alveg nauðsynlegt að rannsaka hlutina mjög vel vegna þess að við erum að tala þarna mjög stóra fjárfestingu sem eru upp á nokkra 10 milljarða og ég segi nú ekki annað en að það borgar sig aðeins að hugsa sig áður en maður fer af stað. Það þarf að rannsaka veðurskilyrði enn betur þó að sé búið að gera það, öldumælingar, dýpi og svo þarf líka að skoða hvernig komum við orku inn á svæðið og svo framvegis, þannig að það er í mjög mörg horn að líta sem að ég tel að við Íslendingar bara almennt þurfum að vinna að og þarna er fyrirtæki sem er tilbúið að hjálpa okkur við það og það er bara gullið tækifæri. En ég segi bara við okkur að við Íslendingar við þurfum að undirbúa okkur til þess að taka á móti þessum möguleikum sem þarna hugsanlega geta skapast því að það sér náttúrulega hvert mannsbarn að mikið af þeim flutningum sem eru að fara Súesskurðinn í dag mundi fara þarna Norður-Íshafið ef að það opnaðist leiðin sem að virðist vera að sé að gerast. Hins vegar þarf að gæta verulegra varúðar og ég vil alveg taka það fram að þó að við hér séum að velta þessum hlutum fyrir okkur, þá viljum við fara varlega umhverfið og umhverfismálin öll. Þau þurfa að vera í lagi og það þarf að fara fram allskyns möt og umhverfismöt og svo framvegis. Þannig að það er á margt að líta í þessu sambandi en það skapar auðvitað vinnu margra sérfræðinga áður en raunverulega er komið að þessum hlutum. Eftir samdrátt í nokkur ár þá hefur verið fjölgun á Vopnafirði. Uppgangur í atvinnulífi, vantar fólk til starfa og þarna kannski svolítið vonar neisti í það minnsta. Er ekki ástæða fyrir Vopnfirðinga og nærsveitarmenn að horfa bjartsýnir til framtíðar? Já, það gerum við nú alveg hvort sem þetta verður raunin eða ekki og við erum það heppin að hér er bullandi atvinna og mikið að gera í sjávarútvegi. Á síðasta ári get ég nefnt það að við vorum 3. stærsta löndunarhöfn á Íslandi í magni til og það þykir nú nokkuð gott í svona litlu samfélagi, sérstaklega að það væri notað þessi íslenska regla reiknaða niður á hausa og það er náttúrulega kannski rétt að segja ykkur frá því að Langanesið sem er nú dálítið skemmtilegt ef maður lítur á það á landakorti þá lítur það út fyrir að vera önd og ég myndi ráðleggja öllum að skoða það með tilliti þess og sjá út öndina hvernig hún lítur út að þetta er náttúrulega náttúrugerð brimvörn 40 km löng brimvörn. Þannig að það er nú ekkert smáræði og þarna er til þess að gera ölduhæð mjög lítil miðað við víða annars staðar á landinu eða í kringum landið. En skjótt kemur nótt og allt verður hljótt þá trítlum við fljótt ofan í fjöru tveir vinir hey þú þó að leiðir skiljum sinn verð ég alltaf þinn, þú ert besti vinur minn og í kvöld vil ég dúllast með þér, dúllubossast með þér. Já, ég er ennþá stattur á Vopnafirði og nú lá ég heldur betur í því. Lögreglan búin að góma mig. En samt hélt ég að væri vinavika hérna á Vopnafirði. Er það ekki tilfelli? Það er vinavika á Vopnafirði, sko. Ég þarf náttúrulega ekki að hafa eftirlit með mínu fólki, sko, en ég þarf að hafa eftirlit með þessum aðkomumönnum, sko. En er nokkuð að gera með lögreglu þegar það er vinavika? Mjög lítið í vinavikunni, en eins og ég segi, ég þarf að hafa eftirlit með aðkomufólkinu, sko. Passa upp á það, verði ég ekki að taka þig á hann eða? En svo ég tali nú í fullri alvöru, það er ekkert að gera með lögreglu hérna. Sjáu þið bara hópinn. Allir krakkarnir úr grunnskólanum og flestir íbúar staðarins með, allavega foreldrarnir og það á að fara í vinaskrúðgöngu sem endar svo með mikilli kökuveislu í félagsheimilinu og ég held að sé bara ekkert að vanbúnaði að leggja á stað í gönguna. Jæja, strákar, má ég trufla ykkur aðeins? Já. Þið ætlaði að slá taktinn í göngunni? Já, við ætlum að gera það og gera þetta sem
taktfastast. Eru þið búin að vera við þrotlausar æfingar? Já, það má segja það. Finnst þér það mikils virði að eiga góða vini? Já, mjög gott að eiga góða vini. Og leggur þau rækt við það? Já, mér finnst gaman að eignast nýja vini og já, kynnast nýju fólki. Já, við gerum okkar besta við að eignast sem flesta og besta vini. Nú framöndan skrúðgangan hérna á eftir og svo verður veisla þar á eftir, en svo maraþon þar sem að menn krakkarnir alltaf hlaupa á milli og gera góðverk. Hvað ætlar þú að gera? Ég ætla að gera bara eins mikið og ég get og vera eins góður og ég get. Og þér dottið eitthvað í hug? Já, ég ætla að hlaupa eins rætt og ég get og gera eins mikið af góðverkum og ég get. Því ef maður á ekki vin, þá var mjög einmana og var mjög leiðilegt. Hefur reynt það að verða einmana? Nei, helst vill ég það ekki. Auðvitað eru allar vikur vinavikur að sjálfsögðu sko. Það er eins og með allar svona hátíðir að þær hafa það í eðli sínu að minna á eitthvað sérstakt og þessi hátíð okkar er að minna á mikilvæga vináttu og kærleika og nándar og virðingar og allt þessa. Ert þú vinur hans? Já, ég er líka frændi hans. Við erum allir frændur. Það er nú stundum sagt að frændur séu frændur verstir. Ekki núna. Þetta er fagnarerindi hjá Jesú Kristi, það er að boða vináttu og kærleika og það er ennþá. Eitthvað hefur breyst jú en við þurfum alltaf að hugsa þetta og leiða hugan að þessu. Þetta er það sem gefur lífinu gildi. Við erum samfélagsverur, maðurinn, og viljum vera í samfélag og búa í samfélagi, njóta kærleika og samskipta. Er það ekki alltaf mikilvægt að eiga stóran vinahóp? Jú, ég myndi halda það. Þess að ef maður á bara mjög lítið þá hefur maður engan til að snúa sig við eða snúast gegn manni. Er eitthvað það að lendið í því að eignast óvini? Já, sko, ég held að ég hef aldrei eignast óvini, en sumir hafa verið kannski pirraðar út í mig. Hvað gerur þú þá ef þú eignast einhvern óvin sem verður pirraður? Ég fyrirgef þeim. Já, svo farið í kærleiks maraþon, þá ætlaði að heimsækja fólk og gera eitthvað góðverk. Hvað ætlar þú að gera? Ég spáði kannski að raka garðinn hjá einhverjum eða eitthvað svoleiðis. Eða vaska upp eða skúra gólfið eða eitthvað. Jæja, stelpur, eru allir vinnir í Vopnafirði í dag? Já, allir vinnir alltaf. Við erum öll bara rosa góði vinir, sama hvort það sé vinavika eða ekki. Þið ætlaði að halda því áfram? Já, við ætlum að halda því áfram. Og er það ekki alltaf mikið mál að eiga góða vinkonu? Það ætti ekki að vera mál þegar maður þegar við erum öll svona góði vinir, þá er þetta bara gaman. Ég myndi svona að vinna. Finnst þið kannski vandarsvolítið í samfélagi að fólk hugsi þannig að allir eigi að vera vinir? Jú, ég held það. Við erum vinir. Er svolítið gaman að taka þátt í svona verkefni? Já, mjög fínt bara. Við erum vinir. Við erum vinir. Og það er mjög gaman að vera með unglingarum hérna á Vopnafirði en þess að þau eru afskaplega náin og þau eru góðir vinir, ná vel saman og bara virkilega gott samfélag og þau eru til fyrirmyndar líka. Við erum vinir. Við erum vinir. Við erum vinir. Við erum vinir. Og það er æskulýðsfélagið hérna kirkjunar, Kýros og Vopnafjarðarhreppur sem að skrifuðu undir svokallaðan vinasamning sem gengur út á það að vera eiginlega góður hver við annan og mun eftir því hver er vinum hans í raun. Og hérna það er svona allskyns vinalegir hlutir sem við gerum. Við hlaupum óvænt að hinum og öðrum út á götu og kjössum á pínlítið og njótum þess að vera góð dag frá degi og mun eftir því kannski að gera eitthvað lítið góðverk dag hvern. Ég er glaðasti vinur í heimi. Ég hendi í mig vini og ég ætla að knúsa hann. Og vonandi er þetta ekki bara þessa viku, heldur bara munum við þetta allt árið. Ok, 1, 2
Þetta svona dálítið skemmtilegt og sóknarpresturinn okkar hérna, Stefán Már, hefur nú haft frumkvæði að þessu með unga fólkinu sem mjög duglegt að taka þátt í þessu og þetta náttúrulega til þess að undirstrika það hversu mikils virði það að eiga góðan vin. Við höldum að róma í hamingju ljóma, þá hjört okkar börðust át. Allt var orðið hljótt, yfir færðist nótt. Dreymandi í örmum þér, allsæll ég gleymdi mér, unaði fylltist mín sál. Brosturðu blítt til mín, blikuðu augu þín, birtu mér hugað því smá. Manstu hve gaman sátum við saman í sumar kvöldsins blæ. Sól var sest við sæ, svefnhölg yfir bæ. Jæja, nú ég komin hérna inn í fríhöfnina í flugstöðinni á Egilsstöðum og það mikið að vera, klukkan rétt rúmlega 7 á morgni. Fólkið streymir hér að, ég bara veltaði fyrir mig hvort að Austfirðingar síðan leggja á flótta. Ég smúlaði mér hérna í gegn, ég ekki með neitt farmið að komst inn í fríhöfnin og fæ þess að versla hérna eins og ég vil væntanlega. En hérna ég búinn að finna mann sem veit væntanlega hvað að vera. Hvað að gerast? Við erum að skreppa til Búdapest, starfsmenn Síldarvinnslunnar. Við erum að fara hérna, kærkomið að geta flogið beintur á Egilsstöðum og við sem sagt höldum ásatíð á 2 ára fresti, ákvaða núna, það er búið að ganga vel síðustu ár. Fólki okkar er búið að vinna mikið og verðskuldar góð ásatíð og við stjórn félagsins ákvaða að við myndum bjóða starfsmönnum til Búdapest og taka þar 4 daga og sem hluta af svona ásatíðarferð. Telja að fólki sé búið að vinna fyrir þessu? Já, ég held að starfsfólk Síldarvinnslunnar sé fyllilega búið að vinna fyrir þessu. Við erum að vera búin að taka í 50.000 tonnar hráefni á þessa ári. Það eru komnir vel yfir 150 vinnsludagar í húsinu, fólk vinnur mikið hjá okkur og þannig að þetta kærkomið og fólk á þetta skili. Þetta svona þokkalega aðstæða sem við hafum hérna á flugvellinum? Alveg bara feikilega góð aðstæða, við erum mjög ánægð með hana fyrir tollinn og húsið sér hannað fyrir þetta flug. Þetta skiptaði upp eftir innanlands- og utanlandsflugi, gengur allt sérstaklega vel. Þannig að þið eru alveg tilbúinir til að taka við stórum þotum í heilu bunum? Já, við gætum alveg tekið við millilandaflugi hérna á Austfjörðum og Egilsstöðum. Rétt aðeins álaðin á þið fyrir sumar? Já, það væri ekkert vandamál hér. Eftir hverju ertu helst að horfa? Þetta nú svokölluð vopnaleit sem verið að framkvæma hér, að það samkvæmt alþjóðlegum reglum sem að unnið er. Jæja, nú líður að brottför ekki búið að vera heilmikið púsluspil fyrir starfsmannastjóruna, skipuleggja þetta alls saman? Þetta búið að vera andvökunætur núna síðustu vikuna en þetta nú allt búið að smella saman og síðasta sætið það var bókað í gær klukkan 2. Þannig að vélin full? Hún tróðfull og var líka full í gær þannig að þetta verður bara gaman hjá fólkinu. Samt komust allir? Það komust flestir en það voru einhverjir sem forföllust á síðustu stundu en þetta reddast allt saman. Við erum að fara til Búdapest með Síldarvinnslunni. Ég er að bjóða honum með mér. Já, hann fær að fara með? Skil eftir presslaust í Neskostar. Þetta spennandi að skoða Búdapest? Já, þetta falleg borg að sjá á því sem maður hefur lesið sér til. Það er mjög gaman. Það er flott ferð og flott ból. Já, hann ekki starfsfólki búið að vinna fyrir því síðastliðin 2 ár? Alveg verið alveg sveitt. Jú, sjálfsagt. En kannski ekki endilega við á skrifstofunni. Jú, við gerum okkar. Við erum ekki að veiða fiskinn og ekki að vinna. Er það þá ekki góður starfsmórall hjá Síldarvinnslunni? Já, flottur. Fínt fyrirtæki. Gott að vinna þarna.
Þú farið að fara með sem maki? Já, ég svona fylgi eins og böggulskamriði. Heldur að veitir nokkuð að því að hafa prest með í ferðinni? Nei, örugglega ekki sko. Það var þannig þegar við fórum til Tallinn. Þá var maturinn að mjög skortna skammti bara óvænt. Menn gerði ekki ráð fyrir að vera svona mikið mattangum í ferðinni. Og eftir á þá sögðu það var nú vitleysa talning við prestinn. Hann var örugglega með 5 brauð og 2 fiskar. Hefði getað mettað fjölda? Já, ekki spurning. Og tilhlökkun til ferðarinnar? Já, bara virkilega gott alltaf gaman að fara eitthvað. Þá segi ég bara góða ferð og góða skemmtun. Takk kærlega fyrir. Heyrist ábyggilega einhvers staðar hljóður öfundar horni þegar fréttir af svona stórum hóp að vera að fara til útlanda og svona hafa kóngarnina. En ekki fólki búið að vinna fyrir þessari svona launa uppbót? Svo sannarlega er fólki okkar búið að vinna fyrir þessu undanfarin 2 ár og við höfum verið að halda svona starfsmannahátíðar á 2 ára fresti, þannig að það er verulega gott að geta farið svona með fólkið eftir 2 góð ár. Þetta svona, skerpir eykur samfélgina í hópnum? Já, við erum búin að vera skipulega geta svona lungað á árinu og þannig að það er ekki búið að tala neitt annað en Budapest núna í nokkra mánuði og allar mest núna síðustu vikuna og það er mikil eftirvænting eftir ferðinni núna. Hvað ætlið þið að gera í Budapest? Er mikið að sjá þar? Það eru skoðanaferðir, borgarferðir og svona kvöldsigling en hápunkturinn verður á laugardagskvöld þegar við höldum okkar árshátíð. Og við verðum með mjög skemmtilega veislustjóra og svo verðum við með Geir Ólafs til að syngja fyrir okkur og síðan verður bara gert ýmislegt skemmtilegt á árshátíðinni eins og alltaf er hjá okkur. Jæja, þá er ég komin borð í þottuna sjálfa og sestur hérna í flugmannssætið að varð úr að því að þeir forfölluðust flugmennirnir veiktust hérna á Egilsstöðum að ég taki að mér að fljúga vélinn út því að starfsmennirnir hjá síldarvinnslunni voru ekki tilbúnir að gefa Budapest ferðina eftir. Það er ekkert mál að fljúga vélinn út, það verst að ég veit ekkert hvar Budapest er en það kemur bara í ljós. Svo ég tali nú einu sinni í fullri alvöru þá var mér hent út úr flugstjórnarklefanum. Enda vanur maður við stýrið, það þótti við hæfi að fá Norðfirðing til þess að fljúga vélinn út til Budapest með Norðfirðinga. Heimamenn tók ekkert annað í mál. Kári Kárason, þú ert flugstjórinn í ferðinni og Norðfirðingum. Já, það passar. Það er virkilegur heiður að fá að fljúga með fulla vél af Norðfirðingum frá Egilsstaðaflugvelli til Budapest og við fórum eina ferð í gær og förum aðra bunni í dag. Þú fórst með fulla vél af Norðfirðingum í gær. Voru þið tiltölulega stilltir strákarnir? Þeir voru mjög stilltir. Flugfreyjarnar voru við öllu búnar. Vélin var með mikið af mat og drykkjum og allt tilbúið en það stóðu svo allir virkilega vel. Hvað er langt flug? Hvað ertu lengi niður eftir eins og sagt er? Við erum í rauninni ekki mikið lengur leiðin til Budapest síðan frá Egilsstöðum heldur en frá Keflavík til Kaupmannahafnar. Flugtíminn í dag eru áætlaðir 3 klukkustundir og 20 mínútur. Eitthvað aðeins lengur upp eftir? Já, við erum aðeins lengur upp eftir. Það var mótundur á leiðinni og flugtíminn hingað var 4 tímar. Þú hefur komið til Budapest, er mikið að sjá í þessari borg? Virkilega mikið að sjá. Það er mikið menningarlíf þarna í þessari borg og sagan er afskaplega mikil. Og við ætlum okkur að þræða veitingastaði og söfn og reyna að nýta tímann vel meðan við erum þarna. En við komum aftur hingað á mánudaginn með fyrsta hópinn og svo næsta hóp á þriðjudaginn kemur. Þannig að þessi vél og þín áhöfn er bara með Norðfirðingar þessa helgi? Já, við fylgjum þeim alla leið. Og heim aftur? Alla leið og heim aftur, já. Ég segi bara góða ferð og góða helgi og gangi ykkur vel. Kærar þakkir. Þetta er allavega mjög þægilegt fyrir okkur Austfirðinga að hafa það möguleika að geta fengið flug beint frá Egilsstöðum og við sömdum bara við Icelandair eða ferðaskrifstofuna Vita að skipuleggja þessa ferð með okkur og það er auðvitað, þetta er yndislegt að geta flogið beint að heiman og út. Hvað er þetta stór hópur? Þetta eru 2 þotur sem fara, 360 manns. Og hvert sæti skipa? Ég held að sé 1 sæti laust ef þú vilt koma með. Og svo tekur bara tölnin við þegar þið komið heim? Já, leiðum við komum heim, sjómenninn okkar koma heim á mánudagskvöld og þá ætlum við að setja eitt af okkar skipum strax á Íslandssíldina, þannig að það verður bara strax fara á stað og
og vinnslufólki sem kemur á þriðjudagskvöld, það verður bara tilbúið leið og síldin kemur. Engin miskun. Það engin miskun en þetta verður bara gaman. Allir útkvíldir þegar koma heim.